Komið þið sæl og að þessu sinni ætlum við að skoða afturbeygð fornöfn sem að heita á ensku reflexive pronouns. Þetta er enska málfræði með ödda. Fyrst til að útskýra hvað afturbeygð fornöfn eru, þá skulum við skoða hvenær þau eru notuð. Afturbeygð fornöfn eru notuð þegar við tölum atburði þar sem gerandinn og þolandinn eru sama manneskjan. Dæmi, I hurt myself. Ég meiddi mig. Þannig að þarna er ég bæði gerandinn, sá sem að meiðir, og ég er líka þolandinn, sá sem að meiðir sig. Afturbeygð fornöfn eru ekki alltaf notuð eins í ensku og í íslensku. Dæmi að flýta sér á íslensku verður hurry en ekki hurry myself. Þessar undantekningar þarf bara að skoða hverju fyrir sig. Öll afturbeygðu fornöfnin í ensku eru sem hér segir. Í eintölu eru þau myself, yourself, himself, herself, itself og oneself. Myself fylgir persónufornafninu me, yourself fylgir persónufornafninu í annarri persónu, you, himself fylgir persónufornafninu he, herself fylgir persónufornafninu she eða her og itself fylgir persónufornafninu it og oneself er það sem við notum á íslensku maður. Það maður gerir eitthvað við sjálfan sig. Í fleirtölu notum við afturbeygðu fornöfnin ourselves í fyrstu persónu, það er að segja we tengist ourselves. Yourselves fylgir persónufornafninu í annarri persónu fleirtölu, you, og themselves fylgir persónufornafninu they, sem í þriðju persónu fleirtölu. Við skulum enda þetta á að skoða nokkur dæmi. I, sem ég, helped myself to breakfast. Myself fylgir I. You can do it yourself. Þú getur gert það sjálfur. Þannig að tengjast you og yourself. He hit himself on the head. Himself fylgir þarna af því að við notum persónufornafnið he. Þarna mætti að sama skapi segja she hit herself on the head. Can we do it ourselves? Ourselves er notað af því að við erum með persónufornafnið we og don't take it out on yourselves er í annarri persónu en þarna er í vissulega ekki neitt annað persónufornafn en við notum yourselves af því að ég er að tala í beint við eitthvað annað fólk. Þetta voru afturbeygð fornöfn í ensku. Þangað til næst.